Afri, hver svona fyrstu viðbrögð eftir tapleikin í á heimavelli? Ég er hundfúll að ná ekki þessum sigri og mér fannst við svona vera á góðri áætlun svona mestu leyti í leiknum og svona svo bara kemur þarna smá kafli þar sem að við verðum svolítið ráðalausir í sókninni og erum að tapa boltum á mjög slæmum stöðum sem að breytti þessu svolítið fyrir þá, þannig að þeir náðu að keyra í bakið á okkur og þá eiginlega svona hefst eltingaleikurinn okkar bara allt í einu svona á einhverju svona örskot stundu sko, þannig að já, en fram að því fannst mér við svona vera alveg í ágæti skýr kannski fyrir utan að í hálfleik voru einungis 3 búin að skora, þannig að það voru svona kannski pínu áhyggjur kannski að það svona kannski þurftu fleira að koma inn í dæmið og við fengum nú kannski aðeins dreifðara framlag í seinni hálfleik en já, svona tempóið einhvern veginn fór úr höndunum á okkur og eins og ég sagði við leikmenn bara inn í klefa að ég bara hefði hugsanlega getað gert betur á einhverju tímapunkti í leiknum að stýra atburðum svona eitthvað betur og ég tek þetta bara á mig og held bara áfram að vinna með þessum frábæra hópi af leikmönnum sem eru mjög gaman að vinna með, þannig að og mér finnst við erum búin að vera svona kannski pínu undirmannar í mjög langan tíma mörgu leyti en það er engin væll og skell hér, við förum í alltaf leikins að vinna og það var að sama með þennan leik en við náðum því ekki í dag og íringarnir gerðu bara vel, þeir tóku í rauninni bara boltan á loftið þarna á einhverju tímapunkti og kláruðu bara góðan út í súr, gott hjá þeim. Nefnir þessi undirmannaðir Vincent ekki með í kvöld af hvað er að hrjá? Það meiddist illa á fæti í loka kafla venjulegs leiktíma á móti Grindavík í síðustu umferð og hefur ekkert æft síðan, verið bara í endurhæfingu og svona við vitum ekki nákvæmlega stöðuna hvort hann ná að vera með í næsta leik á móti Tindastóli en við vonumst til þess að hann verið með en svona með staðinni núna þá kannski á maður ekki kannski von á miklu framlagi en hann verður kannski með í hóp og nær kannski að vera í einhverju róteringu. Miðjan fjórða leikluta þá hvílur Halldór Garðar í nokkra mínútur. Þar fannst mér sem bara áhorfandi að leikurinn svolítið fara frá okkur. Hvernig upplifir þú það? Já, ég meina ég held að hann nú ekki verið út af í nokkra leikmínútur en hann satt nú mjög stutt á bekknum. Þetta er náttúrulega alltaf spurningin sko, ég hef nú stundum verið mjög djarfur að láta menn spila jafnvel heilu og hálfu hálfleikana á þess að fá hvíld og verið stundum skammaðir eftir á fyrir það. Sannlega hafi menn gert eitthvað mistök verandi orðnir þreyttir, þannig að ég hefði það svolítið í huga að ég yrði að gefa Dino og honum kannski svona sikura mínútuna í svona mínútu af leiktíma en kannski 2-3 mínútur í rauntíma og ég hef nú gert það áður í jöfnuleikjum og það svo sem hefur ekkert skadað okkur en það er alveg mögulegt að það hafi haft einhver áhrif í þessum leik, engin spurning en við eigum að geta samt vera það á okkur að hvíla menn í stuttan tíma eins og sé, eina mínútu, 2 mínútur, það á ekki að þurfa að fara allt út á sporunum með það en það má alveg vera og hugsanlega hefði ég getað gert betri hluti þar eða öðruvísi.